Komið sæl og verið velkomin í Bjargráðin, hlaðvarp sem núna fer í loftið í fyrsta sinn. Ég ætla að fá til mín ýmsa listamenn og leiðtoga og aðra sem hafa staðið í stafni sem munu deila sínum reynslusögum og hvaða bjargráði notuðu til að takast á við sínar áskoranir. En hlaðvarpið verður á léttum og einlægum nótum og mun vonandi veita hlustendum innblástur og ánægju. Það var sérstaklega gaman að fá Víking Heiðar Ólafsson píanóleikara sem fyrsta gest í hlaðvarpið en okkar leiðir hafa legið saman árabil og íslenska þjóðin hefur náttúrulega öll fylgst með hans verðskulduðu velgengni með miklu stolti undanfarin ár og samglaðst honum innilega. Að halda hátt í 100 tónleika á hverju ári í mörgum stærstu tónleikasölum heims ekki að hvers manns færi en það er óhætt að fullyrða að Víkingur er orðinn einna eftirsóttasti og virtasti píanóleikari heims. En við komum víða við í hlaðvarpinu og Víkingur deilir meðal annars sínum bjargráðum og óborganlegum sögum af ýmsu sem að fer kannski ekki alveg eins og plön gerur ráð fyrir. En bara velkomin Víkingur í kastið mitt. Það vill svo til að þú ert fyrsti gesturinn í kastinu sem er náttúrulega alveg sérstaklega skemmtilegt. Heiðurinn er minn. Algjörlega, þannig að sko, hvernig þetta stendur til að byrja með? Ég er fínn, ég er bara mjög góður. Já. Ef ég á að segja þér alveg svo er. Já. Ég byrjaði árið vestanhafs, Miami og svo Los Angeles. Já. Og fór þar einhvern veginn á 25 stiga hita og endaði á nokkrum englandstónlingum í Kanada í mínus 25 stiga frosti. Fór hérna 50 gráður niður og kom einhvern veginn til Íslands og upplifði Ísland eins og það er búið að vera núna. Já. Bara sem svona trópikal eyju. Já. Þetta er bara eins og eitthvað hitabelti og bara dásalegt. Já. Og ég er bara glaður að vera heima í viku og búin að jafna mig á tímamunum og einhvern veginn svona tekur viku að lenda sko. Já, bara velkomin í heim. Já, takk. Þú heyrir þetta örugglega sagt oft við þig. Þú veist alltaf að koma og fara. Svolítið oft. En að því þú minnist á gleðina þá man ég nú ekki eftir öðru heldur en að þú hafi komið með svona gleðina með þér alls þar sem að ég man eftir að þú hafi komið. Og sem er náttúrulega besta veganesti sem maður getur haft. En svona fyrir þér að því þú er haft gleðina í sko farangrinum, hversu mikið finnst þér það verið undir sjálfu þér komið? Hvernig upplifir það? Þetta er alveg mjög góð spurning og ég hef líka verið að velta þessu fyrir mér reyndar bara nýlega sjálfur að hvað miklu leyti er sko gleði bara erfðatengt, bara genetísk. Mér finnst það svo áhugavert að ég hef alltaf verið bjartur og bara einhvern veginn liðið vel í mínum verkefnum og öllu sem ég er að fást við. Alltaf fundist gaman og ég las viðtal við mig daginn frá því, þú veist, fyrir 20 árum, 2006 og þá var ég að spila með Sinfóníuhljómsveit Íslands og var ennþá í námi í Juilliard og ég held að fyrirsögnin í viðtalinu hafi verið eitthvað svona, ég held ég hafi fæðst undir heillastjörnu. Það var eitthvað svona þetta var með Bergþóra Jóns heitin sem að tók viðtalið fyrir Moggan og ég las þetta viðtal og ég hugsaði bara og ég var eitthvað glaður og bjartur og eitthvað svona bjartsýnn og ég er alveg fáránlega bjartsýnn með hvað ekkert var búið að gerast og hvað líkurnar eru þetta á mótimanni í þessum listaheimi að maður bara ná í gegn og að maður bara komist eitthvað áfram sko. En ég var einhvern veginn þarna í þessu viðtali, 22 ára, bara einhvern veginn, bara eins og ég var búin að sigra heiminn en ég var náttúrulega alls ekki byrjaður á neinum landvinningum í því sko. Já. Og það fannst mér merkilegt og ég hugsaði bara, og ég var líka í gamla daga með að spila tónleika bara í tónmenntaskólanum og tónlistarskólanum og alltaf, það var alltaf einhvern veginn, alltaf gaman. Og af hverju? Og þú ert náttúrulega, ég er að, þú veist, endurtaka þessa spurningu en ég veit ekki af hverju og ég hugsa stundum að þetta sé að einhver leiti einhver bara þetta er einhver efnahverfi í heilanum held ég sko og einhver sambönd sem að maður fær líka í vöggugjöf. Akkurat. Og maður sér það einhvern veginn líka á börnum hvernig þau fæðast og hvernig þau eru sko, þú veist, alls konar áttir en þegar maður finnur svona glaðvært barn þá er það bara eitthvað frá degi 2 sko. Það er eiginlega svo merkilegt.
Mér fannst mjög merkilegt þegar ég sá niðurstöður úr World Database of Happiness database að áhrifa þættirnir eru sko 50% genetískir á hamingjuna og síðan ekki nema 10% aðstæður eða kringumstæður sem að útskýrir okkur fólk sem hefur ekki neitt getur samt verið glatt bara vegna þess að það upplifir einhvers konar tilgang með lífinu eða einhvers konar lífsgæði en svo eru 40% undir okkur sjálfum komið. Já. Og þetta svo góða fréttir af því að þegar maður hefur svona stórt hlutfall til umræða. Það mjög stórt hlutfall og það eiginlega starra heldur en ég hefði haldið. Akkurat og ég líka. En sko, ég held að það sem hafi hjálpað mér ef ég má segja eitthvað eitt svona ákveðið viðhorf sem hefur verið svona að mér hefur alltaf og raunverulega fundist ég vera ef ég má viðurkenna það hæfileikaríkur í því sem ég að fást við. Mér alltaf fundist ég hafa bara eins mikla hæfileika í þarf og gæti haft í þessu en mér hefur líka á sama tíma fundist ég vera seinþroska og þetta, ef þetta fer saman þá upplifir maður að maður hafi allt sem maður þarf til að ná lengra í því sem maður að fást við og svo tilfinning, hún gefur svo mikla gleði að finnast maður einhvern veginn geta treyst á sjálfan sig með það finnst maður hafa sko ákveðin grunn og svona grundvöll til þess að geta svo vonandi stækkað og orðið á einhvern veginn miklu sterkar og betri í því sem maður brennur fyrir. En þetta hjálpar. Akkurat og það er ábyggilega líka eflandi að allt gangi ekki alltaf að óskum og maður þurfi eins og þú segir þetta orð seinþroska sem ég kannski erfitt að lýsa því sem þú nákvæmlega meinar, ég held ég veit hvað þú meinar að þetta svona heitir á enskunni late bloomer, þetta gerist ekki allt bara og það eins og við höfum séð í samhengi við mjög marga þeir sem að blómstra of snemma þeir fölna líka fyrr. Þannig að þetta er líka kannski eitthvað sem er bara jákvætt. Já. En af því að þeir verið aldrei verið sko minnsti vafi í mínum huga alveg frá því ég heyrði fyrst spila að þú værir heimspíanisti og það var bara tímaspursmál hvenær heimurum myndi uppkvölda það. Og þess vegna svo gaman að velta þessu fyrir sér að því að þú hefur greinilega haft þessa sýn og þessa tilfinningu sem hefur verið svo mikil forskot og af því að það var líka innistæða, það er náttúrulega algjörlega hafið yfir allavega með þína tónlistarhæfileika, við þurfum ekki einu svona að ræða það, að það er náttúrulega verða þegar það fer ekki saman. En hversu mikilvægt finnst þér það vera að sjá fyrir sér hlutina, hvernig þið geta orðið áður en þeir gerast? Bara mjög mikilvægt held ég. Takk fyrir að hafa alltaf litið á mig sem einhvern svona heimspíanista. Sko, ég gerði það sjálfur en samt einhvern veginn var ég það ekki, sko. Þú veist, það er svo merkilegt. Ég einhvern veginn, þegar ég er 13-14 ára þá er ég farin að hlusta rosalega mikið á tónlist og þá er ég alveg hugfangin af svona upptökum frá 1930-1940 og vinir mínir voru bara Jósef Hoffmann og Sergei Rachmaninoff sem píanisti og Ignaz Friedman og svona nöfn sem engin svona eiginlega nemendur í dag þekkja bara ekkert, sko. Og Arthur Schnabel, þetta er allt einhvern veginn næstu 100 ár í dag síðan þessar upptöku voru gerðar og þessi menn er allir fæddir á 19. öld og þetta voru bara vinir mínir og félagar og ég var kannski ekkit sérstaklega svona félagslynt barn á þann hátt, ég var ekki vinsælasti drengurinn í 8. bekk eða allt þetta en það held ég að þessi martröð eins og þú segir að blómstra og snemma sko. En ég átti einhvern veginn, ég skilgrindi mig innstinni, ég var ekki að tala um það en ég skilgrindi mig alltaf sem einn af þessum, þá mér þætti ég ekki góður eða eitthvað, en ég hugsa ég er þessi dýrategund, skulum við segja, þú veist, og þannig og það er alveg svolítið gott að skilgreina sig fyrst bara sem ákveðna tegund og svo vex maður upp í það í einhverju átt og næri eitthvert, en það held ég að hafi bara skipt mjög miklu máli og ég sá alveg fyrir mér, sko, ég hugsaði alltaf og ég get alveg deilt í núna að mér langaði alltaf til þess að vera komin svona með raunverulegt valdi við því sem ég er að fást við svona og upp undir fertugt, nú er ég 41 árs í dag en þú veist, þetta var svona, ég hugsa alltaf með mér að, þú veist, mér langaði til þess að vera einhvern veginn á þessari leið og svo sá ég fyrir mér, þú veist, fyrir fertugt ætlaði ég að vera búin að gera ýmislegt og ég svona rétt náði því, sko, ég meina ég spilaði fyrstu stóru tónleikana mína í Carnegie Hall, Goldberg-tilbyrðin viku áður en ég varð fertugur þannig ég svona skreið í mark einhvern veginn, rétt náði þessu og voru alls konar svona lítil og pínu, náttúrulega bara einhver draumar og einhver myndur segja kannski yfirborðskennt svona markmiðum hitt og þetta, spila með bestu hljónstum í heimi og eitthvað svona og þú veist, vinna með þessum og hinum og eitthvað, ég náði þessu svona rétt í lokin, það var ekki mikill tími aflögu, sko en það var alveg gott og það hefur alltaf verið gott fyrir mig, þú veist,
ég ætlaði mig líka alls konar sem að ég náði ekki sko, þú veist, ég var orðin 30 þegar ég bara ennþá við áttum ekkert og ég bara var í strögglunni þér að segja, tristi algjörlega á listamannalaun á Íslandi og einhverja þrenna tónleika sem ég gæti haldið hér á landi, en annars var ég hafði enga tekjur, ég hafði ekki umboðsmann, ég hafði svo sannarlega ekki svona útgáfusamning, ég hafði bara mjög fátt, en ég var samt að gefa allt, en ég ætlaði mér nú á þeim tímapunkti að vera komin miklu lengra sko, þannig að það var smá svona, ég var ánægður 40 heldur 30 í þessu samhengi, en þetta var ég samt alveg glaður hérna 30, það var samt gaman sko. Þú varst á leiðinni á þann stað sem varst múin að sjá fyrir þér og tókst. Já. Þannig að það náttúrulega, að upplifa drauminn, það hlýtur náttúrulega að vera alveg ótrúlega sérstök upplifun, sérstaklega í þessu samhengi þar sem þetta svona, þetta ekki bara eitthvað takmark sem að nær og svo því lokið, þetta eitthvað sem þú þarf stöðugt að vera að vinna að og vinna með og viðhalda og hlýtur að taka sinn toll og taka á. Þannig að mér var oft hugsað til hérna og verður þetta oft hugsað til hérna þegar ég upplifði spila Goldberg-variasjónurnar í mismunandi sölum, aldrei með sömu nálgun, aldrei með sömu túlkun, þetta dásamlega verk og náttúrulega þetta maraþon ferðalag sem það og ég var svo ofta að hugsa sko hvernig þið líði á meðan. Mér langar bara að spyrja þig þegar þú ert í þessum sko ferði í flæði og tínir tímanum og hvað mismunandi á milli performance, hvernig þetta fyrir þig? Sko bara hvað maður upplifir, það stundum upplifir maður hlutina eftir á, þetta gerist svo hratt og þetta svo rosalega dagskrá og þetta svo þetta svo skamt stórra högg á milli í þessu að ég svona stundum bara þegar ég kem heim þú veist, og sumafríum þá svona horfi ég yfir bara, gerðist þetta og þetta allt saman orðið óraunverulegt leið að það er búið að gerast og það svo skrítið og samt maður með alls konar framundan og bara stærra eða eitthvað en það erfitt að lýsa því, ég held sko þegar þú spilar á píanó og þú þekkir þetta nú auðvitað að þá ertu að eiga samtal við sjálfa og sjálfan þig sko. Þú veist, þegar ég fer á svið þá vel ég með yfirleitt tónlist sem þess eðlis að ég get einhvern veginn farið á einhvern svona stað inn í mér sem tónlistin og þetta nú sem að sameiginlegur vinur okkar Philip Glass sagði svo fallega þegar hann skilgrindi tónlist sem stað, hann sagði tónlist staður eins og raunverulegur og nokkur staður sem þú hefur komið á. Þú bara talaði París, Sydney, New York og svo Beethoven, Sonutu og 109 þetta bara svona staður, þetta bara svona þú veist, þú ferð þangað og þegar ég fer, þú veist, þá ég í rauninni að eiga samtal náttúrulega við mig og hvar ég stattur í mínu lífi og bara minni leið, en ég líka að eiga samtal við hljóðfarið sem á sviðinu, ég að eiga samtal við veggina og akústíkina sem að mynda tónleikasal þú veist, þú spila nót á flílinn og hún skýst aftur í sal og kemur aftur til þín og þegar hún kemur aftur þá ertu komið með samtal þú veist, það samtal við arkitekturinn og bara og svo ertu auðvitað í samtali kannski við löngu liðna menn og í samtali að sjálfsögðu við að spila verk eftir Láti tónskald þá ertu í samtali við það þú ert einhvers konar tímaflakki en ég einhvern veginn þannig að sko eina leiðin til að spila tónlist á svona mörgum tónleikum að endurtaka sig ekki sko, þú veist, þannig að þú sért ekki að reyna að muna hvernig þú hafi gert hlutina áður og framkalla það á sama hátt næst, það alveg svona óhugsandi fyrir mér af því það líka svo ólíkt bara með hljóðfærunum og áheyrendunum og akústíkinu og öllu, þú veist, það ekki hægt hvort sem sko. En krefst það ekki akkurat einhverjar ótrúlegar tengsla við ekki bara verki heldur sig sjálfan og þetta með staðinn sem svo ótrúlega eitthvað svona metafórin og þessu tákrænt og svo rétt að þú að ferðalega að þessum stað sé mjög mismunandi erfitt en það ekki akkurat leiðin til þess að sem að tónlistarmaðurinn alltaf að reyna að finna að ekki láta verki hljóma heldur bara hreinlega láta það frá sér þannig að það sé að verða eins og það sé að verða til á staðnum. Jú, það nefnilega það og það eru sko ef við tökum þetta yfir í bara leiklist þá eru 2 tegundir af leikurum það eru þeir sem eru að leika hlutverkin og þeir sem að verða að hlutverkunum þú veist, það eru leikarar sem þú sérð sem að renna þannig saman við efniviðin að það er engin leið að einhvern veginn skilja á milli að minnstakosti í momentinu
Akkurat. Og þannig leikarar, þú veist, þannig tónlistamenn, af þannig tónlistamennum hrífst ég sem að hafa þetta element, þú veist. Þannig að, þú veist, eins og Horowitz, hann ekki sérstaklega endilega áhugaverður sem píanóleikari per se, hann rauninni áhugaverður sem tónskáld, þó hann sé að spila verk eftir aðra menn, sko, og hann tónskáld, þá það sem áhugavert við hann hvernig hann getur endur hugsað verkin og orðið eitt með þeim, þannig að manni finnst hann næstu því vera svona, hann sé einhvern veginn brunnurinn, sko. Já, og auðvitað hann ekki, og ég ekki að segja að maður, auðvitað tekur maður ekkert frá Beethoven eða Bach og enga áhuga á því, en það samt svo áhugavert, þetta það sama með góðan Shakespeare-leikara sem fer með þessa frægu texta sem við þykjumst hafa heyrt, en svo heyrum við það bara á allt annan hátt ef að fólk fer nógu langt með það sem það efni við, sko. En til þess þarftu auðvitað líka að hugsa og leyfa þær að hugsa á svolítið svona tónskáldarlegan hátt, þú veist, það gerist ekkert að sjálfu sér, þú þarft að reyna að skilja tónlistina á miklu dýpri hátt heldur en bara þú sért að taka einhverju upplýsingar á blaðsíðu, bleka og prenti, og sért svo að taka mezzo forte eða piano eða forte og crescendo sem er vaxandi styrk og þessi tempo og þessi hraðamerking í þessu tempói, þú ert að taka binda þessa nótur saman, þessi stutt bla bla bla, allar þessar grafísku nótasjónir. Já, fyrirmæli. Þú veist, maður elskar þær og maður ber virðingu fyrir þeim sem texta, en ef maður hefur sjálfur prófað að semja tónlist og hefur prófað að skrifa bara þó sé ekki nema einföld laglína, ef alltaf svo að binda hana í það að hún verði alltaf að ná hápunkti og alltaf að vera sungin á sama hátt og hún fyrir alltaf að fylgja einhverjum reglum, þá náttúrulega ertu á einhvern hátt að svona, þú ert að binda hana niður, þú ert að binda efni við niður alltaf mikið, og ég meina maður sér það þegar að tónskáld spila verk annara tónskálda, þess að þegar Rachmaninoff píanóleikari og að spila verk eftir Chopin, þá það fallegasti Chopin sögunar í mínum bókum, minnst það bara fallegustu upptökur, en hann ótrúlega frjáls með efni við einn, og þú veist, þetta svona eitthvað sem ég dáist að og svona leiðarljós fyrir mig, en eitthvað sem að mjög margir eru mjög ósamála í klassískum heimi, og þú veist að því að fólk vill mjög margir þrá að þetta sé bara listform hefðarinnar og við fáum bara þessa Beethoven sondu á einhvern svona svolítið tvívíðan hátt, bara crescendo, piano, eða sendur bara piano sem þýðir bara vegt, ég er ekki útskýrt fyrir þér en ég útskýrt þetta fyrir fólki, eða sendur bara piano þú veist, alla blaðsíðuna, hvað þýðir það? Áttu það bara að spila flata dýnamík og bara einhvern veginn, engin frásögn, bara eitthvað að muldra eitthvað? Auðvitað ekki, ég meina auðvitað bara endalaust líf inn í þessum lífræna vef sem góð tónlist og það bara endalaus spenna og lausn spennu sem á sér stað, en það eru svona margir og furðu margir sem verðast ekki hafa þessa sín, þannig að þegar ég spilaði mjög langt svar við frekar stuttur spurningu, þá var ég einhvern veginn að reyna að finna þennan balans, þú ert að eiga fund með Bach, þú ert að eiga fund með Beethoven, en þú ert líka að eiga fund með sjálfum þér og þú ert líka óhræddur við það að presentera það og standa og falla með því, og fólk einhvern veginn kunni að, þú veist, þrá að heyra þetta eins og þetta hefur verið gert af Alfred Brendel fyrir 40 árum eða ekki, þú veist. Akkurat. En aftur á þér, þegar þú ert í þessu nákvæmlega því sem þú ert að lýsa, þessu flókna ferðalegi og þessu margslungna samtali sem bæði innvortis og svo í tím og rúmi algjörlega ótrúlega margslungið, og með svona bara þínar manneskjulegu funksjónir sem og svo talum áður við fórum á stað bara heilastarfsemina, hvað við erum mikil svona afleiðing af henni og hvernig bara balansin í okkar svona heila og taugastarfsemi á hverjum degi. Hefur fundið fyrir sviðskrekk og áttu einhver ráð sem þú getur alltaf gripið til þess að tryggja það þér lífi að þín svona líkamlega velíðuna vísitala sé á þeim stað sem þú vilt hafa hana. Hvernig? Já, ég mæli með því að giftast konu sem heitir Halla Oddný Magnúsdóttir og í þessu samhengi hefur það hjálpað mér alveg rosalega mikið. Hún er eitt stóra bjargráð. Já, ég náttúrulega, þú veist, og áður en að hún kom til sögunar, þá var það bara mamma mín, og mamma hefur alltaf verið með Björn líka. En það eru svona sumir tónleikar sem eru eiginlega svo einhvern veginn yfirgengilegir að maður bara, þú veist, það er mjög auðvelt að fara í rangan spíral, fara í spíralinn niður og við en ekki upp á við. Og ég meina ekki tekið dæmi eitt slíkt, þá var ég að spila píanókonsert með
Berliner Philharmoniker Berliner á BBC Proms þú veist, og það voru bara svona einir tónleikar og svo þetta var sko mitt í miðri tónleikaferð með Cleveland hljómsveitinni Evrópu og ég var að spila Schumann píanókonsertinn með Cleveland og það kannski besta hljómsveit Ameríku í mínu bókum allavega og svo það Berlin Philharmonic sem kannski besta hljómsveit í heimi og þetta var BBC Proms og Berlin Philharmonic, þeir eru aldrei meðleikar Proms en stjórnundin vildi ég væri þarna Kirill Petrenko og þetta svona, þetta var allt svo yfirgengilegt og ég einhvern veginn bara veistu, það erfitt sko. Þú kemur þarna inn og það alveg svona gæti getur svona pínu ég ekki segja þetta séu svo að taka eitthvað víti í fótboltaleik í einhverjum meistardeildinni eða eitthvað en þú veist, þetta samt svona, þú veist, það ekki auðvelt, þú veist, og þá alveg ótrúlegt hvað maður getur stýrt í sjálfur í hvaða átt, sko, maður tekur það og á einhvern hátt þá, þú veist, þá endar þetta náttúrulega bara alltaf á því að maður svona hlær svolítið að sjálfum sér og þú veist og eins og Halla segir alltaf bara þú hefur ekkert að sanna þú veist, það er bara fegurðin og ekkert annað og það vill enginn heyra eitthvað sem ómennst, fólk vill heyra mennst og að vera mennskur að vera hérna hvað ég var að segja skeikull þú veist, það bara þannig og þú veist, og þegar maður fer einhvern veginn inn á ef maður næra að tengja sig inn á bylgjulengd bara fegurðarinnar, eins og þetta hljóma nú einfalt en bara þú veist, bara hvað þetta geggjað og hvað þetta þú veist, þetta bara svo geggjaði viðburðir, þetta bara svona ótrúleg tónlist og það með, í þessu tilviki, þú veist, hvað að 5.000 manns eitthvað og bara svona orkan og stemningin og bara þakklæti fyrir að fá að gera þetta í staðan fyrir að hugsa þetta, hvað mér mistekst, hvað ef að þetta gerist eða hitt gerist og hvað ef einhver elskar mig ekki og hvað ef einhver skrifar umlega dómum þetta eða eitthvað, þú veist, allt þetta Mér var svo létt þegar ég áttaði mig á því að talandi hérna hvernig heilin okkar víraður að við erum bara öll hönnuð þannig að taka meira eftir því sem að hérna fer úrskeiðis heldur við þessu hérna jákvæða og það bara hluti okkar varnarmekanisma þannig að það skýringin að því af hverju viðurkenningin eða klappi hérna nærir okkur svona stutt og af hverju feilnótan heldur fyrir okkur vöku en þá velti maður fyrir sér eins og ég þarf ekki að spyrja þig að því þú ert búin að svara því hver þá raunverulegu velunin en hver þá raunverulega umbunin og það náttúrulega bara að fá að gera þetta eins og þú segir, að upplifa þessa ótrúlegu fegurð og hafa það á valdi sínu að deila henni með öðrum Já, og hugsa sko oft bara áhörendur eru viniðinir mér finnst það hjálpa svo, þú veist nú vil maður ekki vera eins og einhver einfeldningur hérna, þú veist, en mér finnst það hjálpa í öllu samfélaginu að mæta fólki og ímynda sér að það sé með mann í liði og ímynda sér að það sé vinimanns, það ekkert allir vinimanns og það allt í lagi, en þetta viðmót það hjálpa mér að halda mér þú veist, og þannig að ef maður lendir í konfliktu með einhverju í lífinu eins og allir gera að fara samt alltaf með vináttuna og bara svona væntumþykju, þú veist, og það hjálpar alveg ótrúlega að fara á svið og hugsa þetta eru 5.000 manns, þetta eru vinir mínir, þeir eru komnir hérna til að upplifa eitthvað einstætt, ég ætla að gefa þeim það þetta versus það að fara þetta eru 5.000 gagnrýnendur sem eru hér til að sjá mig, eru búin að borga hér 10.000 krónur eitthvað til þess að sjá mig mistakast, þú veist, það er hræðileg tilhugsun en þarna er það lýsa því fáa sem við höfum á valda okkar og það er viðhorfið þú áttu val þessi tvö viðhorf og þarna er kannski svona leyndardómurinn hérna allavega mínu mati að því að við getum jú ekkert alltaf stjórna hugsunum eða tilfinningum eða viðbröðum en við getum stjórna viðhorfi og þarna er þú nákvæmlega búin að lýsa tveimur mjög sterkum sviðsmyndum sem móta þitt viðhorf gagnvart því sem þú ert að gera sem ég held að sé bara í öllu samhengi hvort þú tónlistarmaður eða ekki bara lykillinn að því að geta gert eitthvað vel og liði vel á meðan sem er náttúrulega líka bara rækta það, þykja vænt fólk ég held að það hjálpi líka bara öllum stjórnmálamönnum að hjálpa svo sannarlega listamönnum ég held að hjálpi líka íþróttumönnum ég held að hjálpi öllum, þú veist, bara það þá þér líður betur inn í þér þú ert stabíli ef þú ert með væntumþykju til fólks sko. Og svo maður líka, maður gleymir því stundum að fólk það enginn að spá jafn mikið í manni og maður sjálfur og það er líka svo ágætt sko. Við erum svo marga skekkjur í höfðinu að halda það, þetta heitir ákveðnu nafni, þetta er spotlight bias að halda við að allir haldi að séu með spotlightið á okkur sem er svo langt í frá og svo líka að við höldum stundum að allir viti nákvæmlega hvernig okkur líður það er bara alls ekki þannig en að því þú myndist á mennskuna þá er ég svolítið forvitin að hérna heyra hvort þú svona, ekki það að ég á ekki vona mörgum klúðursögum í þínu ferli en ef þú átt einhverja svona upplifun eða eitthvað uppáhaldsklúður þá var ég gaman að heyra af því
Góður sko gefa þér hérna 3 sögur, einu reyndar ekki beint Bjargráð en mér langar samt að deilinni það var kvöldið eða nóttina fyrir fyrstu tónleikana mína með Sinfóníuhljómsveit Íslands, þá var ég að taka svo kallar einleikarapróf frá tónlistarskólanum í Reykjavík og árið var 2001 dagsetningin var 1. febrúar og ég bara búin að hlakka til þessa dags, ég var að fara að spila Tchaikovsky píanókonsertinn og var hann 16 ára gamall og bara, já, ég var búin að hugsa þetta moment örugglega í 3 ár og svo var þetta að gerast og ég sofnaði kvöldið og dreymir þess að þessi konsert, hann byrjar á svona 3 miklum hljómum, bassa og mið og svo efst í hljómbarinn og þegar ég spilaði hana eftir hljóminn þá í rauninni spila ég svo sterkt á flílinn í draumi að hann sagt, bara rennur fram á sviðinu og kremur sagt, fremstu sætaröðuna á 2 og ég drep þarna falla nokkur í valinn og ég vaknaði þetta var raunveruleg martröð og hugsaði bara já, þetta fer nú bara vel þetta verður ekki svona slæmt það getur allavega ekki farið vel já, þetta er svolítið farið, þannig að það var nú eitt sem ég langaði alltaf að koma inn að en svo er önnur saga og þetta var nú svona mikið klúður sko, ég var út í Noregi og í norður Noregi í Lofoten og var stattur þar að spila svo sett, held að það hefði verið árið 2012 var að spila með norsku útvarpshljómsveitinni og þar að hlaupa í skarði fyrir einhvern og þetta var mjög fyrir mig á þessum tíma rosalega stórt breyk að vera hann það nálægt Svalbarða að spila með norsku útvarpshljómsveitinni en þetta var mjög stórt fyrir mig og ég var bara, verðum að segja það, ég átti mjög gott festival og sló svona svolítið í gegn og var svona smá uppgötum festivalsins og fekk mörg bóð upp á þessu en ég var svo glaður eftir lokatónleikana að ég ákvað það að taka svolítið vel á því og fekk mér 1 eða 2 drykki og svo 2 í viðbót og svo tók ég þá aftriðavík ákvörðun að klukkan 3 að fara ekki að sofa heldur ákveða það að það væri betri hugmynd að halda áfram þessu partí til klukkan 5 af því að það átti að sækja mig klukkan 6 en klukkan 5 var ég komin á þann stað að það væri mögulega góð hugmynd að leggja sig aðeins fyrir flugið og það getur svona botnað þessa sögu og svo vaknaði ég bara þá klukkan 11 eða 12 á hádegi og verið auðvitað búin að missa það eina fluginu og ekki nóg með það heldur þetta bara afmælisdagur minn og ég átti að vera að fljúga heim á afmælisdaginn minn til þess að vera með höllu og við ætlum að halda mig ekki upp á þetta og svo vaknaði ég bara að missa fluginu og bara eina flug frá Lófoten og bara þannig hræðilega illa líkamlega stendur og þetta eru svona mistök sem ég geri nú ekki aftur og enda mitt lífverðni svolítið mikið öðruvísi en það var á þessum tíma með þetta en svo ætlum ég nú að deila einni sögu sem er bara á síðustu viku eða þar síðustu viku, þá var ég stattur í Atlanta og var að spila bara ótrúlega fallegum tónlistarsal sem tilheyrir Emory í háskólanum þeir eru með rosalega flotta tónlistaröð tónleikaröð og ég kom á staðinn og fyrsta sem ég geru þetta hafa ágjör af flíklunum, fólk kannski áttar sig ekki alveg á hvað flíillinu mikill áhrifavaldur í lífi píanóleikara flíklar líta eins og út oftast en þeir eru svo líkir og ekki bara flíklarnir heldur píanóstillararnir og þarna ég nú yfirleitt að spila í svona sölum þar sem ég þekki ég hef komið yfirleitt áður í salina sem ég er að spila og þetta er yfirleitt í svona stórborgum og ég veit alveg að hver ég geng og þeir þekkja mig og veit að ég er gríðarlega nákvæmur og kröfuharður með flíkla en þarna var ég að hitta minn píanóstillar í Atlanta í fyrsta sinn og ég er búin að, ætlum ekki að segja hvað hann heitir en hann sem kom og hitti mig og píanóið var bara ég get ekki lýst í hljómborði var bara, það var sko svo þungt að nóturna voru svo stífar og bara ætla ekki að fara niður ég með svona fyslétt prógram á eitthvað svona super hraðan Bach og eitthvað og ég sagði bara, þetta bara, ég get ekki spilað þetta hljómborð, þú verður að breyta stillingunni fyrir mig og laga þetta, hann sagði það er bara ekki hægt, þessi flíill hann kom bara svona versmiðinni og ég sagði bara, það er bara víst hægt og þá ert þú bara eini stillarinn sem getur ekkert gert fyrir hljóðfæri það fór, ég sagði bara, þú verður bara að gera eitthvað fyrir mig og hann sagði, já, ég þarf 7 klukkutíma í það og ég sagði, já, ok, það bara færðu þá og ég bara hætti að spila klukka á 10 morgunin, tónleikarnir voru 8 kvöldin og hann eyði 7 klukkutíma í flíilinn svo kem ég aftur klukkan 7 og spilaði hans á flíilinn og hann hefur bara ekkert breyst hann er hræðilegur og bara svoleiðis, bara þetta er svona eins og ég veit ekki hvernig ég get lýst í, þetta er eins og þú veist, eins og að vera að taka 100 metrar hlaup en vera samt bara í einhverju, þú veist, fórar einhverju mýri eitthvað, þú veist, þú bara sekkur og ég var bara góður og ég sagði bara að þetta bara fyrir svo að fer en verð þú á staðnum og svo byrjaði ég að spila og svo bara í 10 mínútur þá gerist það að notan G fyrir neðan miðju sé hún bara festist
hún festist sko uppi þannig að það er ekki hægt að ýta henni niður og þó ég hef verið með hamar þá hún bara fór ekki niður og ég einhvern veginn var að spila á tónleikunum og þetta er fullur salur af fólki og bara rosa svona mikil eftirvæðing eftir þessu og svo er ég bara að spila og allt í henni bara fipast ég að því að þú veist það breytist allt ef þetta gerist í hvað ég var að segja, samhæfingunni sem þú er búin að æfa 1000 sinnum allt í henni einnóti sem fer ekki niður þú bara dettur og þannig ég sagði bara guð mig góður og ég spilaði áfram í hálfa mínútu og bara ég hlýtti ekki að ná þessari nótu niður og alltaf að reyna að ýta henni niður og aldrei gekk það þannig að miðju G var bara ekki að virka og ég sagði bara hvað ég gera ég sagði ok, hann er alltaf á ástæðanum þannig ég bara stoppaði og sagði bara nú er svo komið að miðju G neitar að fara niður og svona horfði fram hann í áhörendur og sagði bara og þið kunnið að halda að þetta sé eitthvað slys en þetta er ekkit slys, þetta er nákvæmlega svona sem þetta á að gerast af því að nú fæ ég hér mitt tækifæri að debutera sem stand-up comic og bara uppistands og meðan að Craig píanustillari kemur upp á svið og lagar þetta fyrir mér og svo þið bara resenta og það var uppi sko fótur og fit og hann kom upp á svið og tók all hljómborðið út og var með það í kjöldinu að reyna einhverja skrúfur að reyna að fá nótuna til þess að fara niður ég demonstrera þetta sko meðan að þú varst með þetta prógram og svo þurfti ég bara að segja brandara og ég bara talaði prógrami og talaði svona óvæntar uppákomur í lífinu og tónleikum og eitthvað svona bla bla sko og vissi ekkert hvað ég þurfti að vera lengi þetta var ræðilegt og hann var kallinn fyrir átt mig og náttúrulega ég hugsaði með hann bara til að festa fleiri nótur og ég bara hvernig mun ég komast í gegnum þetta kvöld í Atlanta en þetta var ræðislegt og svo svona 5-10 mínútum síðar þetta var svolítið óljóst hversu langur tími þetta var mjög langur tími sem að hann var að reyna að fást við þetta þá tilkynna mér það að nótan sé komin í lag og ég segi bara já og nú heldum við áfram og svo bara held ég áfram með tónleikana en þetta var svona sko, þú veist, það er eiginlega 20 stöðunni, þú getur bara farið út af sviðinu í bara fússi og bara látið öllum líða rosalega illa með þessa ömulega klúðurslegu situation sem þetta svo sannarlega var eða þú getur brosa og látið þess að þetta sé samkvæmt einhverju fáránlegu handriti sem það var náttúrulega ekki þau að vissu náttúrulega þetta var ekki handrit þetta var náttúrulega bara grútlegt en Þetta fólk gleymir aldrei þessum tónleikum Nei, og ekki ég heldur þetta var þegar þetta er búið að gera steinu sinni þá var eitthvað svona, einhver sáttmála eitthvað tröst milli þín og hljóðfæri sem er farið og þú veist bara ekki hvað gerist eða milli þín og píanustillar sem náttúrulega var aldrei til staðar trösti var ekki til staðar enda dreif hann sig heim og heilsaði ekki upp á mig eftir tónleikana því að hann var svo hræddur við mig sko. En ég hefði nú svona kunnað að meta það ef hann hefði nú svona af því ég var mjög næs við hann sko og mjög eðlilegt að hann myndi kannski senda mig línu daginn eftir en hann ég vona að hann sé bara ekki komin inn á deild sko þetta var náttúrulega áfall fyrir alla sko Þetta getur verið mjög erfið lífsreynsla En það er að snúa öllu upp í grín það er að snúa öllu upp í gleði Heldur betur, ég á smá sögu sem ég ætla að skjóta að þér þessu til bara staðfestingar að þegar mjög var búið að spila í Vilnius í kirkju á 10 ára sjálfstæðisafmæli þeirra með hljómsveit og flugin hefði seinkað og ég kem á tónleikana og það var engin æfingu, ég kem bara beint að spila og var þá að spila með fyrirleikar og við varum að spila Mendelssohn doppelkonsertin og ég hef búin að kaupa ægilega fínan kjól og var í kápunni en svo var bara 15 stiga hiti í kirkjunni en ég fór aldrei úr kápunni spilaði bara í henni og svo setist ég niður og hljómsveitin byrjar og það er upptaka, það er bein útsending í útvarpi og ég horfa á hljómborðið, það vantar 2 fílabeinið á 2 nótur, eina uppi og eina niðri og ég átti bara val, annarkvort bara að láta vaða og ég einhvern veginn samfærði mig að þetta væri mitt tækifæri til þess að spila við aðstæður eins og þegar Beethoven var uppi en sko svona getur maður einhvern veginn eins og þú ert nákvæmlega, maður getur valið maður getur náttúrulega, auðvitað fær maður áfall og maður veit að þetta kemur niður á árangrinum, það annarkvort væri nú, ég meina, þetta er allt samhæfingar eins og þú ert að segja sem eru bara hárnákvæmar og ef vantar nótu eða hún hreyfist ekki, það bara fer allt úr skorðum en þetta er einhvern veginn nákvæmlega þarna, talandi bjargráð Þú getur snúið öllu upp í styrk þú getur alltaf snúið töfluna við ég bara trúi því þú veist, það er rosa hvort sem það er rétt eða ekki, þá er gott að trúa í sko, og ef maður trúir ekki, þá getur maður ekki gert það ég held að trúin sé fyrsta skrefið í því og svo held ég þetta sé líka ákvörðun að mæta mótlæti með því að snúa mótlætinu upp í tækifæri
Þetta líka, þú veist, nú fyrir 2 árum voru forsetakosningar og meina Halla Tómasdóttir forseti var með 1-2% bara mjög lengi, alveg eins og fyrir 8 árum og það náttúrulega alveg svona eitthvað stórkostlegt í því þannig að þú veist, þetta svona gott dæmi þetta sem við nálægt okkur í okkar samfélagi, þú veist, en þetta gildir allstaðar, ég held að gildi allstaðar, sko. Já, akkurat, ekki spurning. En svo við vindum aðeins hvað okkur í kross, þá man ég eftir því þegar við vorum að bralla saman í Hörpu í den, þegar þú varst með Reykjavík Midsummer Music hátíðina, sem að ég sakna nú alltaf og ég vona að komi aftur og tengist nú kannski svona öðru sem ég langaði að spyrja þig út í, svona, ég veit að þú getur alveg átt góðan karriér sem stand-up comedian greinilega eftir þessari Ísli Atlanta. Nei, ekki alveg, sko. Kannski ekki alveg, fullnæðir ekki alveg þínum svona listræna metnaði en eiga síður þá sko er ég alveg vissum að þú ert með einhvers konar svona ekki masterplan en þú ert með svona, þú ert búin að stefnumóta einhvers staðar í huganum, fyrst þú sást þig fyrir þér, þú varst ungur, hvað þú ætlar að vera fertugt, þá er ég alveg vissum þú veist núna hvað þú ætlar að vera máttrætt og ég ræði það seinna. Okay. En áður við tökum það kannski alveg í lokin, það langaði mig bara aðeins að koma aðeins inn á það hvað bæði að deila því með þér hvað mér finnst mikilvægt og fallegt hvernig þú hefur alltaf gert allt sem þú hefur gert með svona persónulegri nálgun og alltaf í einhverju konsepti sem að gerir það sem þú ert að gera, það lyftir því á strax á annan stað og gerir það miklu aðgengilegra fyrir þá sem að njóta góðs af því og mér langaði að heyra bara með þínum orðum eins og þú ert að gera plötunar, þú ert að velja konseptið og þetta samhengi á milli verkana, hvaðan kemur þessi þörf og hversu miklu skiptir þetta þig? Sko, ég held að ég hef nú ekkert alltaf verið þannig bara efniskarornar mínar og plöturnar mínar í dag eru allt öðruvísi heldur en það voru þegar ég var að leggja af stað, sko. Og þú veist, þegar ég var að klára nám 24 ára þá stofnaði ég útgáfufyrirtæki sem að heitir, þó að bara svona sofandi, en það heitir Dirindi og svona mín, svona, Þyrnirós en sko þar var ég að gera bara plötur sem voru miklu líkari því sem að maður sér svona almennt sem eru bara kannski einhver 3 verk sem þú hefur í puttunum eða eitthvað og eitthvað sem þú ert bara að vinna að kannski í þínu námi eða bara elska þessi Beethoven-sund og ég elska þetta Schumann Fantasy og svo er eitthvað til Prokofiev eitthvað, þú veist, og þetta er bara flott plata, þú veist, og þetta er svona nálgunin sem var svolítið og er ennþá bara víða en ég held á einhvern hátt að tónlistarhátíðin mín og svo okkar sem vorum saman með á tíma þú veist að það, ég held að hún hafi nú svona breytt bara þessu fyrir mig, bara átta mig á því hvað það er mikil sögn og hvað getur verið mikil sköpun í því að stilla verkum saman í einhvers konar samtal þú veist, ég held að það sé að hafa það viðhorfa klassísk tónlist og tónlist og saga sé í rauninni byggja á gamalli tónlist eða ungri tónlist, ég menna fyrir mér eru þessi 300-400 ár sem eru svona vestræn klassísk tónlist þetta er bara stutt tímabil, þú veist, þetta er bara frekar það er frekar ungt fyrirbæri að við séum að spila þessa tónlist, sko, ef þú tekur þetta bara í samhengi við tegundina mann 300-400 ár er bara eitthvað svona augnablik af okkar menningarsögu, sko og ég held að þetta hafi mótað mig svolítið með Reykjavík Midsummer Music, áttað mig á því að sko, vegalendi frá bara Bach til okkar hún er bara nokkrar kynslóðir þetta er bara nokkrar ömmur sem er að svæfa börnin sín með bara vögguvísum þjóðlögum, sko. Þetta er ótrúlega stutt á milli okkar og Bachs og þetta hefur svolítið svona mótað mig að finnast á í rauninni reyna alltaf að stytta vegalendina frekar heldur en að íkja þér í huga mínum, sko. Þannig að ég elska að stilla saman, þú veist, verkum frá barokk og kannski impressionisma og svo einhverju í dag og oft með einhverja stærri þá sögn í gangi, sko, varandi eitthvað viðfangsefni, eitthvað þema, eitthvað, sko. Eða tóntegundina, eins og síðustu plötu. Já, þetta kemur allt einhvern veginn svona, þú veist, en fyrir mér er það í rauninni að búa til prógram bara svolítið tengt í að búa til tónlist, þú veist, þú ert bara þetta er öðruvísi tegund af tónverki en að raða saman í 80 mínúna plötu er bara collage, það er bara komposisjón, það er ekki þetta ef þú gerir það vel, þá er ekki þetta segja að það sé eitthvað annað en það, því það er það
og í rauninni má líka svo líka bara sama við playlista, þú ert bara eða hálfa ári að reyna að búa til fullkomin playlista en þá ertu líka sko, þú ert að eiga í samtali við tónlistina en þú ert líka oft að reyna að láta tónverkin eiga í samtali hvort við annað sko, og tónskáldin sem eru kannski löngu látin sko, láta þá hittast einhverju áhugaverðu boði að þetta er bara eitthvað sem að ég trúi bara rosalega mikið á þú veist, og það er eiginlega ómögulegt fyrir mig að fara tilbaka í hitt sko en þarna samt sko, þetta er allt sem verður partur á mann á leiðinni og maður sér ekki alveg fyrir þegar ég byrjaði þessa hátíð Reykjavík Midsummer Music þá hafði ég enga hugmynd um það og fyrsta hátíð mín var miklu minna tematísk sko, en svo yfir í hátíð 2, 3, 4, 5 þá verða þær allt í einu þannig að það eru svona stór þema eins og tímaskekkja var þema 2013 minimal maximal var þema 2014, 2015 var það hvað var það, imitation upp á ensku eða í rauninni eftir herma eftir líking sko að þá eru bara að skoða hvað er original og er eitthvað originalt eða hefur einhverju merkingu þú veist, og eitthvað svona, þú veist, svo voru ég með ferðalangur var Vandir var svona þema eitt árið og svo framins það var ógeðslega skemmtilegt en ég held að hátíðin sé nú því miður ekki að fara að koma til Íslands það er bara of erfitt að gera svona hátíð á Íslandi fyrir mig ég er sérst nýráðinn í Luzern fyrir Luzern Festival þar sem að ég þarf bara að sinna því sem ég á að vera að sinna og þarf ekki að gera allt sem maður þarf að gera á Íslandi sem er líka að raða stólunum og hlaupa í prentsmiðuna og gera allt því að það er aldrei hægt að einhvern veginn fjármagna neitt svona, þú veist, almennilega sko, þú veist, þannig að það er bara ekki þannig enga hvað ég að segja, fjármagnastýrt það er ekki þannig, þú veist, umhverju á Íslandi bara. Það er ekki þannig rammi sem að er svona utanum svona framkvæmd eins og þú ert að lýsa, hún er því miður ekki til hérlendis og það held ég fyrst og fremst bara vegna smæðarinnar. En það er sann svo gott að fara í gegnum það líka, eins og við gerðum með RMM, þar sem allir voru í öllu og allt og lítill peningur og allt og lítið af fólki og allt þetta og bara láta það samt gera. Það er samt svo ekki að gera það og hafa prófað það núna þegar ég er í allt öðruvísi lífi og miklu sko á einhverjum skilningi einfaldara lífi þá að pressan sig kannski miklu meiri en það var líf mitt samt einhvern hátt einfaldara það er samt svolítið gott að hafa prófað að raða stólunum og allt þetta af því að sko ég kann mjög vel að meta fólki sem að vinnur með mér og að viðburunum mínum, þú veist það breytir alveg sínminni á þetta og svo ef ég sé marga sem eru svona kollega mínir og ég sé hrókan hjá því fólki út í fólki sem eru að starfa baksins þannig að ég stundum hugsa bara og hvað er gott að hafa samt, þú veist, gert þetta allt sko. Já, það er mjög gott viðhorf alveg klárlega en af því að þú lýstir svo vel þessari framtíðarsýninni þú varst lítill og við vorum að bera saman bækur með það að og þetta tengist kannski allt núna hátíðin í Luzern og svona masterplani þitt og ég er ekki að ætlast til þess að þú leggir það alveg á borðið en ert ekki með einhvers konar svona sýn hvert það er náttúrulega ómennst að vera í þessu álægi sem þú ert akkurat núna og kannski ekkit eftirsóknarvert fyrir einn að gera það lengur heldur en viðkomandi þolir og nýtur. Já, þetta þarf náttúrulega að vera hvað ég var að segja, sjálfbært bara svona orkulega og bara manneskulega sjálfbært. Akkurat. En ég meina, ef ég spyr þig á móti hversu marga einleikara eða píanista skulum við bara segja getur þú nefnt mér þar sem þú horfir yfir allt lífstarf þeirra bara frá uppvexti og námi og svo fara þær í gegnum einhvern feril hversu margir þeirra að hafa einhvern veginn náð að halda áfram að endurnýja sig sko út ævina og alltaf vera að gera eitthvað nýtt og frjótt og í rauninu verið kreatífir Sára fáir Akkurat, mjög fáir nefnilega og þetta er sko að fólk fer upp úr fertugu hef ég tekið eftir, þú ert komin þá oft búin að ná ákveðnum svona kannski markmiðum þá það sem ég sé allavega í kringum mig er náttúrulega bara mjög mikið af fólki sem að vinnur í sífellt þröngri ramma og gerir meira og meira af því ekki alveg að sama, ætla ekki að vera svo dómharður en svona það kannski er ekki komum að það er ekki endur skilgjörn sig á sama hátt og gerir þau 25 ára eða 20 ára eða 30
og maður spyr sér bara, ekki samt gott að gera það og ekki eins og sko tónskáldin, það er líka og myndlistamenn og alla og rithöfunda og sér þetta gerast á einhverjum tímapunkti þá fólk, þá bara leirinn mótaður og svo heldur áfram þar en það er svona svo geggjað að reyna með sinn eigin leir að reyna að halda honum mjúkum þú veist, og reyna að halda sér í einhverju mótun og það gerist ekki nema að þú bara streitist aðeins á móti af því að allur businessin, allur bransinn hann reynir auðvitað bara að koma þér nákvæmlega í þetta og þú fær alltaf meira og meira pening fyrir líkar og líkar hluti það er bara staðrinn sko og verður kannski frægar og frægari líka og nærði gegn bara sem einhver svona specialist í þessu að hinnu sko þannig að ég hef svona verið að horfa á þetta og verið að velta fyrir mig hvað til dæmis píanóleikara get ég hort til sem ég er svona sé einhverja þróun bara yfir 80 ár eða ná þannig aldrei og það er bara mjög fær og ég hugsaði bara hvernig get ég auki líkurnar á að ég get allavega hort tilbaka sjálfur í framtíðinni og hugsa að ég hafa einhvern veginn ekki stoppað eða fest stof mikið og það er það sem ég er að glíma þú veist, núna bara mér býst ótrúlega tónleikar og alltaf bara ég er ótrúlega lánsamur með allt þetta og það er línu líkast en það er ekki nóg og þannig ég sé ég hugsa 10 árum, ég er ekki að hugsa hvað ég verð áttrætt en ég er að hugsa svona næstu 10 árin og ég er mjög ákveðin að sína á það og þú veist, ég ætla ekki að spila jafn mikið á tónleikum ég hefur að spila, ég er búin að vera að spila 100 tónleika ári og ég er búin að vera úti 180-200 daga ári, ég er líka með unga fjölskyldu en ég finn bara, þú veist, þú ert að fara 3. eða 4. hringin í Carnegie Hall og Berlínar Philharmoniker og þetta, þú veist þú ert að koma í óperahúsi í Sydney þú veist, aftur sko þú veist, þá er það aðeins annað að hjálpa manni að keyra þetta í gang þegar maður er einhvern veginn bara að upplifa þetta fyrsta skipt þess að bara þetta er ekki að lýsa því alveg þú kemur í þessa sali fyrsta sinn og spilar þessa fyrsta tónleika fyrsta sinn í Carnegie Hall er bara, það er ótrúlegt sko en svo er ég núna að fara þarna í 5. sinn eða eitthvað núna í næsta mánuði skilur við og það er æðislegt ég hlakka til en það er aðeins öðruvísi og þannig ég sé fyrir mér aðeins öðruvísi kreatíft líf og ég er núna búin að búa til tónlistastúdíó undir húsinu okkar höllu og við erum búin að gera það saman núna sem að verðist vera framkvæmdu lokið svona meira minna og það verðist vera að lukkast alveg rosalega vel bara ég er að fara að gefa út mína fyrstu upptökur þaðan núna í ár og ég sé bara fyrir mér svolítið annan líf, svolítið annan rytma segjum 70 tónleikar á ári en ekki 100 af því ég elska samt tónleika og ég elska að spila fyrir fólk og ég elska þessa sali og þessa borgir en ekki svona gengdarlaust þannig að verða eitthvað 60-70 tónleikar og svo sé ég fyrir mér bara fleiri vikur heima í stúdíónu mínu í einhvers konar óskilgreindu kreatívu rými og það getur þá verið, ég gerði sjónvarpsþætti í gamla daga, ég var alveg til í að með höllu og ég var alveg til í að prófa eitthvað meira í þá átt mér langar að gera svo þú ert að gera einhvern tímann, vera með podcast eða hlaðvarp, það væri ógeðslega gaman og fæði bara sem minn gest þanga en sko, þú veist, mér langar að taka upp bara miklu meira af alls konar tónlist ég er að skrifa smá tónlist líka núna og bara svona þess að fara í aðra áttir þú veist, ég var alveg til að speita mig á einhverju í þá átt kannski hljóðskreita eða semja fyrir bara kvikmynd eða guðmávita, þú veist mér langar líka bara til að gera einhverja aðeins opnari podcaststætti, útvarpsstætti jafnvel bara aðra listamenn og annað fólk þú veist, það er svo margt sem er skemmtilegt og mér langar allavega ekki til þess að halda áfram að spila bara sama prógrammi 100 sinnum á ári nei. Þú veist, þú verður mér fljótt að einhvers konar lúxusvöru þú veist, þú verður og ég sé það bara í kringum mig bara mér veist fólk verða að einhverjum Hermes póka þú veist alltaf í orðin bara einhverju tösku þú veist, þetta er bara alveg rosalega fínt leður eða eitthvað alveg ótrúlega fallega áferð og hlutullunur í geggju og þetta er bara rándýrt en þetta breytir ekki lífi nokkurs manns einhver taska og þú veist, og þú vilt ekki verða einhverju lúxusvöru, þú vilt þráttur allt sko skilgreina þig með hinu óvenda af því það hlýtur að vera listin og þannig það er svona markmið mitt og næstu 10 ár það verður ekki jafn mikil gengdarlaus ferðalög og það hafa verið síðustu 10 ár þú veist, ég núna segja náttúrulega nei við eiginlega öllu og það er náttúrulega eitthvað sem ég hef bara getað leyft mér síðustu 2-3 ár það er svo nýtilkomið og það tekur maður alveg smá tíma átt að segja á því og bara einhvern veginn breyta reikmanum þegar maður er komin inn í maskínuna sko. Akkurat, og það reynir á mann sjálfan að hafa einmitt frumkvæði til þess að hafa vit fyrir sjálfum sér stundum hafa það ekki aðrir fyrir mann og hugur ekki bara til þess að segja nei og óttast ekki, það eru alveg ótrúlegustu frægustu listamenn og ég þekki ég bara sé þetta sem eru
svo hrættir við að gleymast og eru svo hrættir við höfnun og að þetta dúndrandi flug sem þeir eru á að það einhvern veginn, þú veist, hrabbi og þetta er svo áhugavert og sko frægustu píanistar eru svo hrættir að þeir gera allt og margt og svo eru þeir rauninni bara eins og einhverjir vinnumenn, þeir eru bara á fullu en ná ekki að kannski endurnýja sig eins og best væri sko. Svona tengingunni við sko sköpunargleðina og það sem þú ert að lýsa sem þú ert að upplifa þegar þú kemur í salin í fyrsta sinn, það er algjörlega ólýsanlegt hlýtur að vera og eitthvað sem er ekkert hægt að upplifa með sífelldri endurtegningu og þá verður það bara að kostna þessa drifkraft sem þú ert að tala þannig að þetta er náttúrulega bara mjög hugrakk framtíðarsýna og ákvarðuna að ætla að vera í stöðuri endurnýjun sjálfur og ég er alveg vissum að þér tekst það mjög vel en að því ég veit að þú ert á tiltölulega svona skipulögum svona tímaplani þá ætla ég að sleppa þér út úr samtalinu og bara með innilegum þakkum fyrir komuna og frábært spjall og gangið bara allt í haginn. Takk og bara til hamingju með hlaðvarpið. Takk. Og bara logoið og allt sko sem að þú segir mér þú hafi gert sjálf og það er nú eitt bjargráð bara gangið rosalega vel með þetta ég hlakka bara til að fylgjast með og ég elska podcast sjálfur sko og hlusta mikið á þau á mínum ferðalögum og nú gerist ég áskrifandi þessu